Komið sæl, á þessum tíma fyrir ári síðan vorum við, eins og líklega flestir, að vona að COVID-19 faraldurinn yrði bundinn við árið 2020 og að árið í ár yrði árið eftir COVID. Það fór hins vegar svo að veiran reyndist skæðari og faraldurinn þrálátari en vonast átt til. Og líklega líður flestum svipað okkur að veturinn sem nú að baki hafi verið bæði langur, skrítinn og svolítið erfiður. Sem betur fer höfum við þó borið gæfu til þess að takast betur á við þessa óværu en ýmsir óttuðust. Bæði við faraldurinn sjálfur ekki orðið eins mannskæður hér á landi og víða í kringum okkur, en ekki síður hafa stjórnvöld, atvinnulífið og heimilin spilað ótrúlega vel úr afar snúinni stöðu. Íslenska hagkerfið skrapp saman 6,6% í fyrra. Það vissulega krappur samdráttur, en í ljósi þess hversu gríðarlega þungt högg var greitt stærstu útflutningsgrein landsins var þetta í rauninni varnarsigur. Og skárri útkoma heldur en óttast var ekki síst vegna þess að innlend eftirspurn hélt sínu striki að mestu leyti á sama tíma og snarpur samdráttur í innflutningi vó upp að hluta það mikla fall sem varð í útflutningi á síðasta ári. Það má því segja að efnahagsbati skjóti rótum í ár og blómstrar svo á næsta ári. Við spáum því að hagvöxtur mælist 2,7% á þessu ári sem á að stærstum hluta þakka bata í útflutningi ásamt hóflegum vexti í fjárfestingu og neyslu. Í þessari spá okkar erum við að gera ráð fyrir heldur minni vexti í ár en í janúarspá okkar, sem að mestu vegna minni samdráttar í fyrra en við væntum. Á næsta ári spáum við 5% vexti, enda gerum við ráð fyrir því að bæði útflutningur og innlend eftirspurn nái enn sterkari viðspyrnu það ár. Á lokaári spátímans 2023 gerum við ráð fyrir að vöxtur verði 3%, þar sem að áhrif kórónuveirunnar verði í undanhaldi og ákveðið jafnvægi hafi myndast í hagkerfinu. En helsta forsenda spár okkar að ferðaþjónustan taki við sér á spátímanum. En það engum blöðum það að fletta að ferðaþjónustan, það að segja fjöldi ferðamanna sem kemur hingað til lands, skipti gríðarlega miklu máli hversu hratt við jöfnum okkur á skellinum sem varð á hagkerfinu í kjölfar COVID. Þó enn sé nokkur óvissa þróun ferðamanna á þessu ári, fer óvissan minnkandi með hækkandi hlutfalli bólusettra bæði hérlendis og erlendis og tilslökunum á landamærunum. Ísland nefnilega álitlegur ferðamannastaður í augum margra í heimsfaraldri og hér lítið að smitum og svo má segja að Geldingadalsgosið í nálægð við flugvöllinn okkar hafi komið sem happafengur á þessum tíma. Þar á leiðandi spáum því að ferðaþjónustan taki við sér að nýju á árinu og spáum að 700.000 ferðamenn sæki landið á þessu ári. Gangi spá okkar eftir yrði fjöldi þeirra í ár rétt þriðjungur af fjöldanum árið 2019. Á næsta ári gerum við ráð fyrir 1,3 milljón ferðamönnum og 1,5 milljón ferðamanna árið 2023. Spá okkar ferðamannafjölda óbreytt frá janúarspánni, enda lítur út fyrir að bjartari horfur á seinni helming ársins muni vega upp færri ferðamenn sem hingað komu til lands á fyrri helming ársins en við væntum. Þó það muni vissulega taka tíma sinn fyrir ferðaþjónustuna ná algjörlega fyrir styrk, þá mun vöxtur hennar samt skila obbanum af þeim fjórðungsvexti í þjónustu útflutningi sem við erum að gera ráð fyrir í ár. Við hann bætist svo hóflegur vöxtur í vöruútflutningi, ekki síst í eldisfiski, í áli, kísilmálmi og reynda muna líka vöxt í sjávarútvegi, hefðbundnu sjávarútvegi, til dæmis loðnuverti sem við fengum þó í ár og þegar að skila nokkrum tekjum núna á fyrsta þriðjungi ársins. Í heild vex útflutningur nærri 12% í ár og í kjölfarið mun svo stór aukinn ferðamannastraumur á næsta ári valda mestu þann 22% útflutningsvöxt sem við spáum það ár. Á lokaári spárinnar 2023 verður svo vöxturinn hægari, enda fjölgar ferðamönnum hægar þá í spánni okkar, en útflutningsvöxturinn verður þó 5% það ár, gangi spáin eftir. Þróun innflutnings hefur fylgt útflutningi fast á hæla undanfarið
og svo verður einnig áfram. Sögðum frá því áðan að mikill samdráttur innflutnings línaði höggið vegna ferðaþjónustunnar í fyrra, en að sama skapi má líka eiga von á því að innflutningur fara að vaxa myndarlega þegar útflutningurinn tekur við sér. Við spáum því að innflutningur vaxi nærri 10% í ár. Það þarf aukin aðföng fyrir ferðaþjónustuna, auk þess að neysla landsmanna mun í auknum mæli fara út fyrir landsteinana. Við gerum svo ráð fyrir að innflutningurinn muni vaxa enn hraðar á næsta ári. Þar kemur saman hraðari vöxtur útflutnings, meiri vöxtur í einkaneyslunni og líflegri fjárfesting. En eftir það hægir svo aftur á innflutningsvextinum og það þá að samaskapi vegna þess að aðfangaþörf ferðaþjónustunnar vex hægar, auk þess sem það verður meira jafnvægi í innlendu eftirspurninni. En það til marks gerbreytt ytra jafnvægi þjóðarbúsins að það skuli ekki hafa komið viðskiptahalli einu sinni eftir þann harða skell sem að útflutningurinn var fyrir á síðasta ári. Og þar auðvitað réð miklu að innflutningur dróst mikið saman og einnig reyndar að afgangur af frumþáttatekjum, að mestu leyti fjármagnstekjum og gjöldum á milli landa, var nokkuð myndarlegur í fyrra. Þannig að viðskipta afgangur var þráttur allt 1% af landsframleiðslu í fyrra. Árið var 9. ári í röð með samfelldan viðskipta afgang og það útlit fyrir að áfram verði afgangur á utanríkisviðskiptum út spátímann. Við gerum ráð fyrir að hann verði 0,9% af landsframleiðslu, það svona bil 30 milljarðar í ár. Og á næsta ári og eins árið 2023 verði afgangurinn eða yfir 4% af landsframleiðslu. Það semst orðin veruleg og varanleg breyting til batnaðar í viðskiptum okkar við umheiminn. Við eigum orðið erlendar eignir umfram skuldir, svo samsvarar 3/4 af landsframleiðslu og það engin ástæða til að ætla annað en að þessi staða muni batna enn frekar ef fram heldur sem horfur. En það ekki bara í utanríkisviðskiptum sem horfur hafa verið að batna. Kannanir sýna að væntingar bæði heimila og fyrirtækja hafa aukist umtalsvert og þá sérstaklega til næstu 6 mánaða. Þessar væntingar betri tíð eftir 6 mánuði allgóð vísbending vaxandi innlenda eftirspurn. Því aukinni bjartsýni fylgir gjarnan bæði vöxtur í neyslu heimila og meiri fjárfesting hjá fyrirtækjum. Það nokkurt áhyggjuefni hversu fjármunamyndun atvinnuvegana hefur gefið eftir síðustu 3 ár ef undan skilin fjárfesting í hótelum og slíku. Samdrátturinn undanfarin 3 ár samanlagt 28%, en góðu heilli virðist vera að votta fyrir viðsnúningi í þessum efnum og útliti fyrir að atvinnuvegafjárfesting muni vaxa öll ár spárinnar. Það verður þó hið opinbera sem dregur fjárfestingavagnin í ár eftir 2 ára samdrátt heildarfjárfestingar, því við gerum ráð fyrir 30% aukningu í opinberri fjárfestingu þetta árið, en það þetta árið þar sem fjárfestingarátak stjórnvalda vegna COVID nær hámarki. Á næsta ári og eins árið 2023 drífur hins vegar fjárfesting einkaaðila fjárfestingavöxtinn. Fjárfesting í heild vex sem sagt tæp 2% í ár, tæp 5% á næsta ári, samkvæmt spánni okkar, og nærri 6% árið 2023. Fjárfestingastigið verður hins vegar tiltölulega stöðugt og það kannski ágætt því að sígandi lukka ef til vill best í þeim efnum. Sá geiri sem líklega hefur komið hvað mest á óvart frá því að kórónuveiran skall á íbúðamarkaðurinn. En íbúðaverð hefur hækkað talsvert umfram verðbólgu og veltan hefur verið lífleg framan af. Mikil eftirspurn á íbúðamarkaðnum þessa mundir og helstu ástæður þess vaxandi kaupmáttur launa, sterk fjárhagsstaða heimila og hagstæð lánakjör. Enda engum blöðum það að fletta að lækkun stýrivaxta hefur haft gríðarleg áhrif og minnkað greiðslubyrði margra húsnæðislána og þar með haft áhrif á kaupgetu almennings á markaði. Þá hefur framboð af nýjum eignum verið takmarkað og því má segja að eftirspurnarspenna einkennir markaðinn þessar mundir. Að íbúðaverð hækki í kórónukreppu ekki aðeins einskorðað við Ísland. Það sama hefur verið upp á teningnum í
öðrum löndum sem við berum okkur saman við. Við teljum að íbúðaverð muni halda áfram að hækka og þá sérstaklega á þessu ári og við spáum nafnverðshækkunum upp á rúm 11% á þessu ári og 7% á því næsta. Svo róast markaðurinn þegar framboðið tekur loks við sér. En þrátt fyrir mikla eftirspurn á íbúðamarkaði hefur atvinnuleysi aukist hratt frá því mitt síðasta ár. Enda voru 15% af störfum á vinnumarkaði beintengt ferðaþjónustunni. Atvinnuleysi mældist hæst á fyrsta ársfjórðungi þessa árs og þegar það mældist 11%. Og án aðgerða stjórnvalda hefði það líklegast mælst talsvert hærra. Við teljum að atvinnuleysi taka hjaðna nokkur hratt á þessu ári þegar ferðaþjónustan tekur við sér á ný. Aftur á móti tekur það tíma fyrir ferðaþjónustuna sem og aðra greinar sem urðu fyrir skelli í faraldrinum að jafna sig að fullu. Auk þess mun ört vaxandi launakostnaður líklega hafa þau áhrif að atvinnuleysi verður langvinnara en vonir stóðu til og mun líklega verða til þess að ýta jafnvægisatvinnuleysinu eitthvað hærra en verið hefur sögulega hér á landi. En hingað til hefur atvinnuleysi á Íslandi að jafnaði verið með því lægsta sem þekkist í hinum vestræna heimi. En við gerum ráð fyrir að atvinnuleysi verði tæplega 9% á þessu ári, ríflega 5% á næsta ári og árið 2023 verði það komið á sama stað og það var árið 2019 fyrir faraldurinn eða í 3,6%. Aukinn kaupmáttur vissulega gleðiefni fyrir þau sem halda vinnu og þó hann valdi því að atvinnuleysi verði líklega langvinnara en væntingar stóðu til, þá mun hann á öllum líkjendum styðja við einkaneyslu á komandi misserum. Þróun einkaneyslu hefur verið áhugaverð undanfarið ár. Í fyrra mældist samdrátturinn 3,3% og var það helst vegna mikil samdráttar í neyslu erlendis, eðli málsins samkvæmt, sem og í þeirri þjónustu sem að sóttvarnaraðgerðir höfðu mest áhrif á. Þannig að innlend neysla hefur haldið velli að mestu og meira segja aukist í sumum geirum. Við teljum að samdráttur í einkaneyslu hafi verið bundin við síðasta ár og að neysla heimilanna muni vaxa jafnt og þétt á ný á spátímanum. Eins og áður sagði hefur kaupmáttur launa vaxið töluvert á þessu ári, bæði vegna kjarasamningshækkana sem voru áramótin en einnig hefur stytting vinnuvikunnar áhrif þar á. En það einsdæmi í okkar nútíma hagsögu að þrátt fyrir að atvinnuleysi sé í hæstu hæðum og landsframleiðsla hafi dregist talsvert saman að vöxtur hafi verið í kaupmætti launa. Það veldur því að þau sem hafa haldið vinnunni eru mörg hver vel í stakk búin fjárhagslega og neyslu geta þeirra umtalsverð og þetta sést til dæmis í myndarlegum vexti innlendra kortaveltu á síðustu fjórðungum. Við spáum því að einkaneyslan muni vaxa tæp 3% á þessu ári, en á seinni 2 árum spátímans verði vöxturinn 3,5% hvort ár. Víkur þá sögunni að þrenningu hinna peningalegu stærða, það er að segja krónunni, verðbólgunni og vöxtunum. Gengi krónu gaf talsvert eftir í fyrra sem von var eftir skellin sem útflutningurinn var fyrir og áhrifa faraldursins í heild. Veikingi var hins vegar hóflegri en vænta mætti. Gengi krónu var það bil 10% lægra síðustu áramót en það hafði verið árið fyrr. En við höfum séð það svartara í krónunni og það má meðal annars þakka því að Seðlabankinn seldi sem nam nærri 830 milljónum evra inn á markað til þess að draga úr skammtímasveiflum og til þess að vega upp tímabundið þrýsting vegna sölu erlendra aðila á innlendu verðbréfum. Sem betur fer á nú bankinn nóg eftir þrátt fyrir þessa gjaldeyrissölu því hann hafði verið að safna gjaldeyri í forðan af miklu móð í kringum miðjan síðasta áratug og síðustu áramót nam gjaldeyrisforðinn enn sem svarar 30% af landsframleiðslu eitthvað í kringum 1000 milljarðar. Það má segja að það sé ekki bara í fyrra heldur í rauninni allan síðasta áratug sem Seðlabankinn hefur mildað töluvert sveifluna í gengi krónu, staðið á móti styrkingunni þegar innflæðið var sem mest og svo aftur komið inn á markað og mildað
gengisveikinguna í fyrra. Bankinn hefur hins vegar dregið sig út af gjaldeyrismarkaði í bili enda virðist sem jafnvægi á markaðnum sé nokkuð gott þessa dagana. Og líklega verða aðgerðir bankans á gjaldeyrismarkaði frekar að hann fari aftur að kaupa gjaldeyri í forðan þegar ferðamannagjaldeyrir fer aftur að streyma inn. Gengi krónu hefur reyndar þegar styrkst lítillega þessum af ári og okkar mati líklegt að það muni bæta í styrkingarhraðan þegar líður á árið. Þegar ferðamennir fara að koma hér í meiri mæli, vextir eru og verða áfram hærri en gengur gerist í útlöndum. Við erum með styrka erlenda stöðu á þjóðarbúinu, vaxtarhorfur í hagkerfinu góðar og verðbréfaeign erlendra aðila í lágmarki. Allt þetta eykur líkur á gjaldeyrisinflæði, en á móti verður vissulega útflæði vegna til dæmis erlendra fjárfestinga lífeyrissjóða og svo aftur hugsanlegra forðakaupa Seðlabankans. Summan af öllu þessu þó líklega á þann veg að krónan muni styrkjast, ógjörningur að segja til hversu mikið eða hvenar með einhverju vissu, en í spánni okkar gert ráð fyrir að krónan verði nærri 10% sterkari í lok spátímans en hún var að jafnaði í fyrra. Veiking krónu setti mark sitt á verðbólguna í fyrra og mældist hún 3,6% síðustu áramót. Síðan þá hefur krónan styrkst nokkuð að nýju og þrátt fyrir það hefur verðbólga reynst þrálátari og mældist hún 4,6% í apríl síðastliðnum. Verðbólga mælist því nokkuð yfir þolmörkum verðbólgumarkmiðs Seðlabankans. Við teljum þó að toppi verðbólgunar hafi verið náð og að verðbólga taki að hjaðna á næstunni og verði við markmið Seðlabankans mitt næsta ár. Verðbólga mun svo mælast við markmið út spátíman, en helstu forsendur í spánni eru þær að krónan styrkist þegar ferðamenn taka að streyma til landsins og sömuleiðis það sem vegur helst til aukinna verðbólgu að íbúðarhækkanir og launahækkanir fari ekki fram úr hófi. Lakari verðbólguhorfur og reyndar einnig minni óvissa efnahagsbatan gera verkum að styttra á okkar mati í hækkunarferli stýrivaxta hjá Seðlabankanum en við töldum áður. Sem betur fer eru þó langtíma verðbólguvæntingar ennþá í ágætu samræmi við verðbólgumarkmiðið og reyndar virkni peningastefnunar almennt orðin mun meiri. Traust á bankanum hefur aukist og það gerir að verkum að Seðlabankinn þarf síður að fara í umfangsmiklar vaxtahækkanir til þess að hafa tilætluð áhrif á efnahagslífið og verðbólguhorfurnar. Við spáum því að bankinn muni hækka vexti fyrir árslok 50 punkta og vextirnir verði þá 1,25%. Og í kjölfari heldur áfram hækkunarferli sem endar í lok spátímans í 3,25%. En þráttur sögulega lága stýrivexti undanfarið hafa langtímavextir hækkað töluvert eftir að þeir náðu lágmarki mitt síðasta ár. Langtíma grunnvextir, það að segja ávöxtunarkrafa á óverðtryggðum ríkisbréfum, eru núna tæplega 4%. Og raunvextirnir með við verðtryggðu kröfuna eru 0,7%. Til samanburðar fóru óverðtryggðu vextirnir lægst í 2,5% mitt síðasta ár og raunvextirnir fóru niður fyrir núllið. Það því búið að verðleggja talsverða hækkun stýrivaxta í lönguvextina. Og miðað við það ekki augljóst í okkar huga að langtíma vextir á landinu þurfi að hækka verulega þrátt fyrir að stýrivaxtahækkun sé í kortunum. Við teljum að vextirnir muni vissulega mjakast upp þegar frá líður, en spáum því að grunnnafnvextir, það að segja óverðtryggðir grunnvextir, verði innan við 4% og verðtryggðu vextirnir undir 1% út allan spátímann. Að lokum, sem betur fer eru sterk teikn á lofti að botninum hafi verið náð og að viðspyrnan frá honum sé traust. Hagkerfið þegar farið að taka við sér og útliti fyrir að hagvöxtur verði allmyndalegur bæði ár og næstu 2 ár.
Stórbætt ytri staða þjóðarbúsins hefur hjálpað mikið við að létta róðurinn í gegnum kórónukreppuna. Afgangur hefur verið að utanríkisviðskiptum í nærri áratug og útlit er fyrir að svo verði áfram. Verðbólga er vissulega talsverð, en traust á Seðlabankanum er mun meira en áður og hann hefur tæki og tól til þess að koma böndum á verðbólguna og horfir eru því á að verðbólga verði skapleg þegar lengra líður á spátímanum. Aðgerðir Seðlabankans hafa hingað til mildað hagsveifluna umtalsvert og létt fyrirtækjum og heimilum lífið í þeirri niðursveiflu sem við stóðum í og alveg þar til að hagkerfið réttir úr kútnum. Þótt að COVID-faraldurinn hafi verið þungt högg á hagkerfið okkar, líkt og annars staðar út í heimi, er útlit fyrir bjartari tíma. Góðu heilli stóðu hið opinbera, heimilin og fyrirtækjum styrkum fótum og höfum við svo sannarlega dregið lærdóm af fyrri reynslu hvað það varðar. Væntingar bæði heimila og fyrirtækja hjálpa til við að fylla okkur bjartsýni að faraldrinum sé loksins að ljúka og hagkerfið tekur að blómstra á ný á næsta ári.